Komið sæl og verið velkomin að rauða borðinu á þessum gula þriðjudegi. Það er svona blásið til vakningar gagnvart eiginlega sjálfsvígsmálum. Það er dálítið of margir ungir og gamlir sem að taka sitt eigið líf á Íslandi og svona fólk var hvatt til þess að nokkrar stofnanir sem tóku sér saman og hvöttu fólk til þess að klæðast gulu eða skreyta sig á einhvern hátt með gulu. En í dag ætlum við að ræða annað mál sem kannski samt því miður er jafn dramatískt svona ef maður horfir til lengri tíma og það eru náttúruverndarmálin og svona þessi margumræddu orkuskipti sem stjórnvöld og orkustofnanir svolítið má segja klifa á og við ætlum að pæla í því hvort að þessi svokölluðu orkuskipti, hvort þau séu feli í sér náttúruvernd og raunverulega nógu framsýna hugsun og til mín eru komnir tveir náttúruverndar svona forkólfar, það er Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands og svona brautryðjandi í náttúruvernd á Íslandi og Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræðingur og formaður náttúrugriða. Getur byrjað að segja mér hvað eru náttúrugrið? Náttúrugrið eru tiltölulega nýstofnuð samtök, 30 ára og með markmiðið er að vernda líffræðilegan og jarðfræðilegan fjölbreytileika í náttúru Íslands. Þannig þetta er náttúruvernd á breiðum grundvelli og þetta er svona, við höfum tekið þann pól í hæðina að keyra á mál út um allt land sem það þarf að huga að. Og þú skrifaðir grein sem var í gær á Vísi sem var svona dreift ansi víða, sá ég. Já. Þar sem hún heitir að sjúga í sig orkulindir Íslendinga. Einmitt. Og þar ertu einmitt að segja, þú ert nú að tala um svona, þú vísar þarna í orð fyrrverandi formanns Landsvirkjunar. Nei, þetta er hann Hörður sem er ennþá forstjóri, sko. Já, hann er ennþá forstjóri, já, fyrirgefðu. Þetta er, maður hefur fylgst með þessum málum í langa tíma og ekki kannski lengi á Árni, en ég man eftir þessu þegar hann tók við 2010 og þá átti að keyra á orkuöflun í landinu og hann var á einhverjum fundi þarna 2011 þar sem hann talaði um að nú ætti að keyra á orkuöflun og bara síðasta stórvirkjana skeiðið í sögu landsins þar sem verið farið bara í systematískt greinlega í alla þessa stóru virkjanakosti og bara klára það. Þannig að þetta væri síðasta svona hagvaxtar skeiðið eða svona hagskeiðið þar sem yrði keyrt á virkjanaframkvæmdir sem að svona drifkraft samfélagsins, við getum orðað það svoleiðis. Þetta er 2011 og þú eiginlega lítur um öxl og svona velti fyrir þér, hvað ef þetta hefði orðið að veruleika? Já, sko það sem reyni drífur þessa, sko kannski að grundvöllur greinarinnar er þetta að síðustu árin hefur verið talað um að nauðsyn virkjanaframkvæmda sem forsendu orkuskipta og þetta er græn orka og þetta er framlag til loftslagsmála en ef maður lítur aftur í tíman og meira en 5 ár, kannski 5 til 10 ár, jafnvel lengra aftur, það hefur alltaf verið þessi þrýstingur á virkjanir. Algjörlega óháð loftslagsmálum við umhverfismálum. Þannig að sko að mínum mati þá er þessar hugmyndir í dag, þetta er ekkert nema grænþvottur og þarna kom allt í einu fram nýtt hugtak. Menn fóru að nota loftslagsmál eða náttúruvernd í einhvers konar skilningi þess orðs sem skálkaskjól fyrir frekari virkjanaframkvæmdir sem hafa alltaf verið á dagskrá. Þannig að þetta er svona einhvers konar fölsk eins og segja skálkaskjól fyrir virkjanaframkvæmdir sem hafa alltaf verið á dagskrá. Þannig að ég fer aftur þarna 13 ár og segi Landsvirkjun ætlaði alltaf að virkja.
og að virkja fyrir orkuskipti, það bara nýjasta svona, það fyrirslátturinn. Já, það fyrirslátturinn og svona eins og kynninga, það bara einhver eins og PR, það gott að geta ef við talaðum orkuskipti sem náttúruvernd. Það eiginlega búið að stela svolítið hugmyndir náttúruvernd og setja henni algjörlega nýtt og skakt samhengi sem hefur ekki alveg með sannleikann að gera. Þú segir þeirra takmark að ganga eins nærri náttúrunni með virkjunum og þeir komast upp með og selja hæstbjóðanda orkuna í þágu tímabundins hagvaxtar, algjörlega burt séð frá áhrifum á lífríki, landslag og samfélag. Já, og þetta bara ef maður horfir alla helstu virkjunarkosti sem hafa verið skoðuð síðustu ár, Hvalárvirkjun, virkjun í Skjálfandafljóti, virkjanahugmyndir í neðri hluti Þjórsár. Þetta tökum sér dæmi Hvammsvirkjun, þar vegið á mjög alvarlegan hátt að viðkvæmri náttúru og vistkerfi Þjórsár sem þarna eitt stærsti náttúrulegi laxastofn landsins og Norður-Atlantshafslaxinn í hættu núna og nýkomin á lista yfir tegundir í hættu á heimsvísu og þarna Landsvirkjun, Hvammsvirkjun og virkjun neðri Þjórsár hafa verið að dagskrá nú í 20 ár og raunin lengur. Þannig að hún ætlar einhvern veginn að þá að virkja og reyna einhvern veginn svo að redda lífríkinu og öllu þessu þarna. En náttúran raunin þvælist fyrir eins og ég sé þetta. Þannig að segja að Hvammsvirkjun sé hluti af einhvers konar náttúruverndaraðgerðum sem verið að reyna málana svona einhvern grænu litum. Þetta gengur algjörlega gegn grundvallar hugtakinu sem náttúruvernd því þarna verið að horfa að reyna að færa fókusin í umræðinu yfir á náttúruvernd sem loftslagsaðgerð fyrst og fremst og meðan náttúruvernd miklu heildstæðara hugtak og ferst að sjálfsögðu loftslagsaðgerðir hluti af náttúruvernd en líka varðveisla viðkvæmra vistkerfa, ósnortinnar náttúru og með því að klippa þann hluta frá, það bara eins og skera undan sér annan fótinn og halda að þetta verði einhvern veginn jafnvægi eftir. En það komur aukin líka að það sé verið að hugsa þá þriðja þáttinn sem samfélögin og raunverulega að við þurfum á að við verðum þessi spádómar að við verðum búin með orkun okkar, þessa grænu orku og búin til kannski einhvers konar falskur valkostur og annarkvort verðum við að grípa til mjög óumhverfisvænna orkugjafa, búa við skort eða að virkja meira. Þetta svona það sem dálítið hamrað á finnst mann í umræðinni. Þetta þetta áróður. Því að þetta verið einmitt eins og þú segir búa til einhvers konar falska valmögulega. Það verið að ræða fólk segja því að ef það verður ekki virkjað og það þetta sem búið að stanslaust í mörg ár segja að ef það verður ekki virkjað þá munið að koma niður á lífsgæðum fólks og maður sér með þess að ráðamenn tala að fólkið sem stendur gegn virkjunum það munið bera ábyrgð á ég segi ekki hruni samfélagsins en það ýjað að því og þetta auðvitað grafalvarlegur undirtónn að setja á herðar fólk sem vill vernda náttúruna setja það á herð þess fólks að vera bara afturhaldssinnar og raunverulega ekki samfélags til bóta. En Árni Finnsson, þú hefur skrifað greinar náttúrulega margar og ert núna að ganga frá það ekki með fleira fólki athugasemdum. Þú sagði mér það raunverulega 18. september frestur 22. Þá rennur út frestur til þess að gera athugasemdir við aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og umhverfismálum. Nýja uppferða. Nýja uppferð, já. Síðasta var gefin út 2020, fyrir 4 árum. Og þú gerðir athugasemdir þá væntanlega. Hvað finnst þér svona uppfærsluna? Bara, það eru svona fallegi litir í skýrslunni og PowerPoint eða sem sagt tæknin, þetta svona vel framsett en manni finnst það ekki beint vera sannfærandi stefnumótun samt? Nei, það vantar markmiðin. Hvað að draga mikið úr losun? Það
það hlýtur að vera markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna þess að það er vandamálið. Og við erum Íslandi með í alþjóðlegu samstarfi að draga úr losuninni. En það kemur ekki fram hvert markmið stjórnvalda og hefur eiginlega aldrei komið fram. Og ekki með skýrum hætti, það var hérna sagt 2020 að Ísland yrði vel innan sinna skuldbindinga en það var aldrei sagt hvað það þýddi í rauninni og það er það sama uppi núna 30, 50, 40%, 45% á þess að segja töluna. Það er svona hins vegar bent á, það er ekki markmiðið mitt en það er svona bent á ýmsar, það er bara komið votlendi og skólendi og rafmagnsbílar, það er svona ýmsar lausnir sem eru nefndar. Já, það er, þeir fjölga hugmyndum, ekki aðgerðum, heldur hugmyndum kannski úr 50, 150. Sumt er það bara svona nefnt sem möguleg leið en eftir 4 ár þá hefðu nú kannski þurft að fá skýra áætlun hvernig á að fara þessu og ég held að vandinn sé sá að atvinnulífið vill ekki spila með. Allavega ekki samtök atvinnulífsins og ekki viðskiptaráð. Hugsanlega samtöku iðnaðarins, ég held það en... Það kemur til okkar Sigurður Hannesson verður gaman að heyra hvað hann segir. Frá samtökum iðnaðarins og eftir. Við ætlum að ræða. Ég held að sko að því að Guðlaugur Þór fór þannig út þegar hann tóku embættið að sko hann ætlaði að vinna með atvinnulífinu og þeir kunna þetta best þeir reka þessi fyrirtæki, þeir geta sagt okkur hvernig þeir ætla að gera þetta en það er bara ekki komið í ljós hvað þeir ætla að gera annað en samtök atvinnulífsins segja það er bara óréttlátt að við séum að draga úr losun, við erum svo góði í hreinni orku og nákvæmlega sama kemur frá viðskiptaráði. Þannig að eiginlega þá er það að gefa Guðlaugi Þórðarsyni umhverfisráð og loftslagsráðherra langt nef. Já, þau eru ekki ónlangt nef. Já. En sko, en núna það virðist eins og sko eftir hérna síðasta fundin í Dubai var það ekki? Þegar þið komið hérna til okkar í janúar. COP28. Já, þá var svona... Einmitt fólk sem hafði ekki áður farið á þessu fundi var í hálfgerðu sjokki yfir því það virtist hvað stórfyrirtækin raunverulega hefðu mikil hreðjatök á stjórnvöldum og þeim sem hafðu sem sagt allan þennan málaflokk að gera að virtist, og það var bara með naumindum hægt að stoppa af þetta einhverja rosalega kröfur stórfyrirtækjana þannig að það er sama upp á teningnum hér. Ég held að það hefði ekki verið stoppaður en þeir var allan að fresta, getum við sagt. Og olíufyrirtækin, þau voru með það uppi helst að binda kolefni sem þeir losa eða eru ábyrg fyrir, jafnóðum, sem er mjög skrítin hugmynd, svona eðlisfræðilega séð. En hvernig er þá staðan hérna ef að samtök atvinnulífsins viðskiptaráð, ég menn hafa þessi batteri og samtök iðnaðarins beinlínis völd til þess að hafa áhrif á stjórnvöld? Gætu stjórnvöld ekki sem sagt komið með heildstæða stefnu og bara kýlt hann áfram í og vísa þá til vísindana og allra rannsókna og alla rannsóknir sína að það verði að draga úr losun. Það bara verði að draga úr losun. Það er alveg sama hvort það er líka gert eitthvað annað. Fyrst og fremst verði að draga úr losun. Er það ekki rétt? Jú. Á fyrri hluta þessar ríkisstjórnar, það er að segja frá 2017 til 2021, það var alveg greinilegt að umhverfisráðherrann Guðmundur Ingi Guðbrandsson og forsætisráðherrann, þau voru svona að reyna að koma þessum málum áfram en það gekk ekki. Það var greinilega mjög mikil andstæða innan ríkisstjórnar og þingflokka sjálfstæðisflokks kannski og framsóknar og svo í þessar ríkisstjórnar sem Guðlaugur Þór ætlaði að vinna með atvinnulífinu, þá hefur hann ekki fengið umboð til að móta þá stefnu sem þarf að móta um samdrátt í losun. Atvinnulífið er ekki að vinna með honum. Nei. Og var ekki að vinna með Guðmundi Inga þar á undan.
alls ekki. Þannig að það raunverulega einhver undirliggjandi hótun virðist vera að ef það eru settar of miklar takmarkanir að þá muni hvað? Þessi fyrirtæki bara fara annað, það var alltaf sagt áliðnaðinn. Já, áliðnaðurinn náttúrulega í sérstökum hópi fyrirtækja sem tilheyra viðskiptakerfi Evrópusambandsins en ekki skuldbindingum Íslands beint. En vandi hjá áliðnaðurinn er að áliðnaðurinn hefur ekki sýnt mikla viðleitni til að draga úr sinni losun og verður ekki hægt fyrir að þau hafa yfir að tækni sem leyfir það að framleiða álag þess að brenna kolum. En sko áliðnaðurinn hér er bara eins og áliðnaðurinn í Evrópu og Bandaríkjunum, Kína annars þar. Þeir vilja náttúrulega sem minnstar álögur og sem minnst gera. Og minnsta eftirfylgni líka varðandi Já, það er bara sagt að ef að við þurfum að taka meiri skuldbindingar á okkur heldur þeir sem eru í Kína þá erum við búin að vera. En manni finnst sko það sé búið að reikna það út að jafnvel þótt að álverin færu annað, jafnvel þótt að sumir af þessum stóru fyrirtækjum sem ekki vilja beygja sig undir regluverk þóttu færu annað, það myndi Ísland ekki vera endilega svo verðsett eða er þetta glæfralegt finnst ykkur að segja það? Hvað myndi þið gera ef þið væru umhverfisráðherrar? Já, ég held að við getum sko lagt stóriðuna til hliðar varðandi losun. Þeir eiga að leysa máli sjálfur, stóriðan, með því að kaupa sér losunheimildir. Þær kosta náttúrulega töluvert nú orðið. Þær voru ekki dýrari fyrir 10 árum en þær eru orðnar dýrari núna. En það er ekki ábyrgð íslensku ríkisstjórnar, það er ábyrgð álverana og stóriðunar að kaupa sér þessar heimildir. Það hefur engin spurt á hvað það ætla að gera en sem sagt, ég held að það séu nú svo sem ekkert að flýta sér. Það sem er vandamáli er sjávarútvegurinn, vegasamgöngur og landbúnaður. Þetta eru atvinnugreinar sem íslenska ríki ber ábyrgð á. Gagnvart þeim alþjóðlegu samningu sem við erum hluta að, það er að segja Parísarsamningnum, en í Parísarsamningnum þá erum við að vinna með Evrópusambandsríkjunum og Noregi, það er að segja EES-ríkin og við erum skuldbundið þar inn til þess að taka þátt í þeirri viðleitni, draga úr losunum, sameiginlega ætla Evrópusambandsríkin að draga úr losunum 55% og það er búist við að hlutdeild Íslands verði 40-41% og sjávarútvegurinn bara hristir hausinn. Landbúnaðurinn er ekki að gera neitt og það er helst í vegasamgöngu sem er eitthvað gert og hægt að gera vegna rafbíluna en samgöngur borgarlínan er ennþá mjög umdeilt mál. Það náðist ákveðin árangur hérna fyrir 2 vikum síðan eða svo. Pólitískur árangur, Bjarni Benediktsson sagði að þetta væri bara mjög góðu samningur en það er ekki búið að bjarga sig við, það er gríðarleg losun frá bílaumferð á Íslandi og flutningu ennþá. Þú hefur talað líka svartolíuna, þú hefur oft talað svartolíuna í skipunum að það var alveg að fyrsta mála. Það er alþjóðlegt mál í rauninni. Fellur ekki undir þetta íslenska en ég held að það sem Ísland getur og á að gera hefur Ísland ekki gert og það er mikið tregða hjá atvinnugreinum eins og sjávarútvegi, landbúnaði og andstæðan við samgöngusáttmálun er bílafyrirtækin eins og Toyota sem að hefur ekki neina, bara eitt módel af rafbíl til að selja og það módel hefur ekki fengið mjög góða dóma þannig að þeir þurfa áfram að selja
stóra jeppa til að græða jafn mikið þeir hafa gert í gegnum tíðina. Það ekki vegna þess að samgöngusáttmáli sé vond hugmynd, það vegna þess að það eru nokkur bílafyrirtæki í Reykjavík sem leggjast eindregið gegn því að þessi sáttmáli verði komið í verk. En Snæbjörn, þú ert vísindamaður, jarðvísindamaður, það ekki? Jú. Og hvaða svar á jarðvísindamaður við svona raunverulega samtökum iðnaðarins, samtökum viðskiptaráðs, eins og Árni að lýsa, bara að leggjast gegn því sem þið eruð að lýsa sem framförum. Þetta er raunverulega, að því að eins og við vorum að tala um, þetta er náttúrulega líka baráttum orð og þessi fyrirtæki nota alltaf orðið framfarir og til hagsbóta og grænvæðing og svoleiðis, en það sem þið raunverulega eru að segja er að þetta er ekki framfaraskref, þetta er ekki til hagsbóta, þetta er ekki einu sinni, þetta er bara mjög skammsýn hagfræðileg sjónarmið. Já, sko, það er auðvitað komið að þessu sem að náttúruverndin hefur alltaf þurft að eiga við, sko, sem er orðræðan í samfélaginu. Og maður hafði svona tilfinninguna að það væri einhver, sko, ég held að Íslendingar sko hafi nú alltaf, eða svona stóru hluta skilið og átt að segja á að loftslagsbreytingar væru yfirstandandi og loftslagssamfarir. En einhvern veginn hefur maður tilfinninguna að það sé bakslag í þeirri umræðu. Og þar held ég að það sé hluti af því bakslagi er kannski líka einmitt orðaræðan, sko ekki bara sko viljandi orðaræða að ráðast á hugmyndina loftslagsbreytingar, heldur bókstaflega er gengið of langt í grænþvottinum. Og almenningur, ég hef á tilfinningan að almenningur láta ekki plata sig að þessu leyti. Þannig að þegar það á að fara að tvöfalda orkuframleiðslu Íslendinga og samtök, í rauninni bara öll samtök og orkufyrirtæki, Samorka og samtök atvinnulífsins, iðnaðarins, viðskiptaráð, verkfræðistofur, orkufyrirtæki. Það er einhvers konar sammála, einhvers svona samhugur að hér þurfa að virkja til að bjarga okkur út úr loftslagsvandanum og standa við okkar skuldbindingar, en ég held að almenningur, sko, ég held að þessi áróður hafi ekki alveg náð í gegn. Og já, almenningur einhvern veginn bakslagið er að því leyti að það var gengið á langt í þessum hugmyndum. Og fólk tekur ekki, ég held að fólk hafi ekki tekið vel í það, að þegar reynt er að ganga svona fram af fólki. Hér þurfi að sko, ég meina, hvað það er að reisa mörg vindorkuver og svæði og leggja svo margar heiðar undir vindorkuver. Og fólk er ekki ánægt með þetta. Og þá kemur bakslag í hinn áttina, sko, að það fólk hugsa, já, þetta eiga að vera loftslagsaðgerðir. Þá er ég á móti loftslagsaðgerðum. En þetta er rauninni tvíeggja sverð og allt í einu hugsa maður, sko, hver var hugmyndin uppalega með þessu. Það hér eigi að tvöfalda orku, það vita allir að Íslendingar framleiða mesta raforku á mann í heimi. Þannig að þá eru allt í einu komin í það aðstöðu að það sem er málað sem loftslagsaðgerðir, fólk átt að sjá því að þetta eru ekki raunverulega loftslagsaðgerðir, heldur grænþvottur. Og þá er verið að sko, já, vega að þessari hugmyndum að það þurfi samt, þurfum breytingar okkar lífstíl, en þetta er svona,
En þá kemur breytingar á lífstíl að flokka meira, kaupa færri föt, fara í second hand shoppur og þú veist, þetta svona einhvern veginn, það eins og við séum, einmitt að því það vantar svona skýra markmiðsetningu hjá stjórnvöldum, að þá allur almenningur, eins og ég upplifa svolítið og þú ert að segja að það menn finna á sér að þetta ekki alveg rétt, þetta getur ekki alveg staðist, það eitthvað sem gengur ekki upp í þessari mynd. En það svolítið erfitt að festa hönd á það, hvað það sem gengur ekki, því það verið að blanda þetta svona einhverju mörgu saman, það verið að rugla svona í. Og þú varst að segja líka þetta greinin þín til dæmis, þar sem þú ert að segja að það sé ekki, sagt, þessi orkuskipti, þessi áróður orkuskiptin, hann sé ekki mjög jákvæður fyrir náttúruvernd. Og svo það sumir sem sagt, eru ánægðir með greininni þín og mér fannst þú varst svolítið svona talaði svolítið hreint út og svona hressandi þegar svona vísinda fólk talar hreint út en svo eru kannski sumir sem að geta nota greinina þína gegn því sem þú ert að segja eitthvað. Þetta er tvíeggjasverð að því leyti að vegna þess að það búið að fylla okkur öll af þeirri hugmynd að ég þurfa að virkja til að bjarga náttúrunni. Heiminum. Já, heiminum, já. Við séum að fara að, hér þurfa að virkja til að bjarga heiminum, en við vitum vel að við ættum að vita að náttúra Íslands mjög sérstök og hún í sjálfu sér mjög mikilvæg. Þannig að með því að vega henni með virkjunarframkvæmdum, þá erum við rauninni að eins og ég segi, klippa á hinn hluta náttúruverndarinnar sem líka mikilvægur á heimsvísu, sem að vernda vistkerfi ósnortna náttúru. Þannig að grænþvotturinn sem að felst í þessum virkjana hugmyndum, hann gengur ekki upp og fólk farið að nota, eins og þú segir, allt í einu náttúruverndin sem snýr að því að vernda náttúruna og vistkerfin gegn áróðri og grænþvotti nauðsyn virkjana fyrir orkuskipti, hann auðvitað getur snúið sér á hvolf og þá allt í einu hægt að nota náttúruvernd sem afsökun fyrir því að gera ekki neitt í loftslagsaðgerðum. En það alls ekki og það auðvitað alls ekki það sem að í huga náttúruverndarinnar, allavega ekki í mínum huga og því að... Já, af því að þú segir það að virkja meira ekki náttúruvernd. Nákvæmlega. Við getum nýtt okkur þær virkjanir sem við höfum nú þegar á mun betri hátt og nýtt okkur aðrar leiðir. Og þú segir líka, raunverulega það kannski best að náttúruverndar sinnar segja það að því það þarf að draga úr neyslu okkar og þá sé kannski best að gera sig minnst í svona drastískum. Í rauninni held ég, ef við getum orðað svona, að virkja meira rauninni sama og áframhaldandi til neysla. Já. Við erum bara að gera meira af því sama og við höfum gert í áratugi. Þótt það sé grænt. Þótt að það sé hægt að segja að virkjarendan okkar séu vissulega grænni kostum heldur en... Það losa ekki kolefni, kolefnisjöfnunin minni, morðar svoleiðis. Hún vissulega, ég meina ef við viljum smetla í eina vatnsaflsvirkjun þá það gríðarlegt steypumagn, bara það eitt og sér, en það líka vegur að, eins og ég segi, vistkerfum, ána, það er líka alls konar, það mikil raunni auðlinda sóun á heimsvísu ef að þjóð sem þegar hefur virkjað gríðarlega, eins og ég segi, langmesta raforkuvinnslu þjóð í heimi og íbúa, ef hún ætlar að fara tvöfalda raforkuframleiðslu sína, meðan það miklu meiri þörf á þessari hreinu orku, við getum orðað svoleiðis, annars staðar í heiminum. Þannig að þetta græðgishugsun og þetta áframhaldandi sama neyslumunstur og við höfum búið við hingað til. Þetta henni bara virkjana neysla. Við megum ekki við þessu. Við þurfum að draga úr losun, hluta því að draga úr neyslu og kannski draga úr raforkuneyslu. Kannski draga úr, í rauninni getur maður, í mínum huga það besta sem við getum gert fyrir náttúruna og í loftslagsaðgerðum
að virkja ekki meira. Virkjanirnar eru hluti af neyslunni. Þannig að þetta er alls ekki það sem að áróðurinn hefur snúist Hann hefur snúist að meiri virkjananeysla sé góð fyrir umhverfið, góð á heimsvísu, loftslagsaðgerð heimsvísu. Ég held að þetta sé algjör þvæla. Og fyrir utan það líka talað að virkjanirnar þótt að séu grænar, að þá þessi endurnýjanlegu orkugjafar, jarðvarma orkan náttúrulega stórkostleg, en vísindamenn hafa nú sýnt fram á að það sé verið að virkjana of hratt í flestum tilvikum og áætlanir séu það að virkja þær of hratt og svona kannski af mikilli græðgi þannig að þær muni jafnvel ekki standa undir nafni sem endurnýjanlegar af því þær muni eins og deyja út. Og þetta eru eins og náttúrufræðingar hafa bent á bæði í lífvísindum og jarðvísindum að þá raunin hægt að líta á jarðvarmavinnslu að miklu leyti sem raunin bara sem námuvinnslu. Og okkar helstu jarðhita sérfræðingar hafa bent á það og Hellisheiðarvirkjun var gott með það sem var að fara allt og hratt í uppbyggingu og virkjun og hún stóð ekki undir sér og menn vissu þetta alveg það var samt farið í hana og líffræðingar bent á að það að vega að mikilvægum svæðum og við erum með svæði sem eru mikilvæg á alþjóðavísu Þjórsárver og fleiri og við erum með tegundir eins og Norður-Atlantshafslaxinn og Þjórsárlaxinn sem eru mikilvægur á heimsvísu að vega þeim vegur þá erum við leið að vega að líffræðilega fjölbreytileika varðveislu vistkerfa og náttúru þannig að út frá náttúruvísindunum þá virkjanastefnan í rauninni þetta ónefni að kalla þetta græna orku og það verið bent á þetta víða ég meina, talaðu SOx-virkjanirnar sem eru bara síns tíma en það var í rauninni myndi engin heilvitamaður fara í Stengustöð í dag og hún hafði mjög drastísk áhrif á umhverfið sitt. Þannig við getum haldið það getur verið græðgisorka kannski en ekki græn orka. Og þetta allavega grænu verkefni dagsins í dag sem eru fyrir eins og Hvammsvirkjun alls ekki græn. En nú að fara að veita aftur virkjanaleyfi, heyrði ég, fyrir Hvammsvirkjun ekki. En Árni, þú hefur nú oft sent ábendingar til stjórnvalda og gert athugasemdir við áætlanir þeirra. Svona, þú er athugasemdir við stjórnvöld en líka við til dæmis hvað ég að spyrja Sigurð Hannesson formann samtaka iðnaðarins hvað er að? Af hverju átta menn sig ekki á þessu heildarsamhengi einhvern veginn? Þú vilt að spyrja hann bara hvað eru mörg fyrirtæki í þínum samtökum sem hafa dregið úr losun? Já, það er bara spurningin. Þetta með það sem einstaklingurinn getur gert með því að kasta ekki matarleifum í rusli eða kaupa sér rafmagnssláttuvél eða rafmagnsbíl eða hvað það er. Það er svo umræða beinist oft að einstaklingunum sjálfum. Þú veist, áður en fyrir að gagnrýna stjórnvöld ertu búin að sortera sorpið þitt. Þessi umræða beinist oft gegn almenningi. Þetta var fyrsta aðgerðin sem að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs greip til. Það var rétt fyrir Parísarsamninginn. Það var að setjast að verkefni að draga úr matarsóun. Já. Og reyndar kom svo að rafmagnsvæða bílana en ég held að almenningur sé mjög til í að flokka sorpið sitt mjög og ég held að almenningur sé til í að nota hreina orku á sláttuvélarnar eða bílana sína, engin spurning en eru stjórnvöld tilbúin að beita fyrirtækjunum sér til lög í landinu sem fyrirtækin fari eftir? En er þetta ekki svolítið það spurningum að stjórnvöld standi með fyrirtækjum
en ekki almenningi og sem sagt og rökin séu þessi gömlu hagfræðilegu rök sem sagt það að standa með fyrirtækjunum það mun á endanum hjálpa almenningi að því að fyrirtækin séu að búa í haginn og það sé þá ákveðin nýsköpun sem eigi sér stað í þessi nýsköpunar mýtar raunverulega fyrirtækin sem að auðvitað sum þeirra eru í nýsköpun en kannski flest þeirra eru ekki mikið svona í nýsköpun og í framsýni og kannski staða núna ólíkt því fyrir 20 ár núna eins og þú ert að líta öxl að það hefur ekki sannað sig það að ætla að láta fyrirtækin leiða vagninn og búa til framtíðarsýnina. Það hefur ekki hjálpað okkur því að við höfum ekkert losað. Ég held að fyrirtækin hafa ekki tekið boði Guðlaugs Þórs samvinnu mjög vel. Það er kannski bara öllu heldur illa. Þess að samtök atvinnulífsins, viðskiptaráð, hafa með skrifið sinni syngt fram á. Ég held að almenningur þurfa að sjá, sko, það er ekki skort áhuga hjá almenningi, alls ekki. Og við letum gera skoðanakönnun fyrir 20 ára síðan, þar sem spurt var hvort fólk hefði áhyggjur af loftslagsbreytingum. Og mér minnir að það verið sko 70%, já. En það er alltaf reyna að snútur eins og með svo Landsvirkjun hefur gert með orkuskiptin. Það er vel hægt að skipta orku í samgöngum á þess að auka einhverja orkuframleiðslu. Einu nemur það að spara heilmikla orku í kerfinu með betri nýtingu á orkunni. Landsvirkjun gerði ágæta skýrslu það ég veit þessari leið. Þannig að við þurfum ekki einhverjar virkjanir, Hvammsvirkjun hvað hann heitir til að geta knúið bílinn okkar. Fyrir nú utan það að tækniþróunin er svo ör í sólarorkunni að það er velegt að nýta sólarorku í Íslandi 300 árinu til að búa til rafmagn og þar með fyrir bílunum okkar. Þar má segja til dæmis að það séu þetta fyrirtæki, framsýn fyrirtæki sem að knýja áfram rannsóknirnar á sólarsælunum og sólarorkun ekki. Þannig að það kannski er einhver leyti sagt að það er mjög mikilvægt að vinna með þessum samtökum iðnaðar eins og samtökum atvinnulífsins en það er eitthvað í þessu ástarsambandi ríkisvaldsins við fyrirtæki sem það er eitthvað mjög skrítið. Það er kannski eins og bara iðnfyrirtækin eða atvinnulífið er svolítið dóminerandi í þessu sambandi. Og til dæmis varðandi þessa aðgerðaáætlun sem við myndist á að það var ekkert samráð haft við frjálsfélagasamtök, ekki nokkuð. Nei. En ótal fundir hafði með samtökum atvinnulífsins. Já. Og við fengum ekkert að heyra því. Sáum bara myndir á vefsíðu ráðuneytisins. Já. Og vísindafólk, náttúruvísindafólk kannski ekki með í ráðum heldur eða hvað? Ekki nema að vinna fyrir þessi fyrirtæki. Það er raunin þannig í dag að við erum með orkustofnun sem við hefum geta treyst á fyrir að fá tölur hversu mikið þarf að virkja, hversu mikið orkunýtingin er og svo framvegis. Og orkustofnun gefur út skýrslur sem við hefum geta treyst á sem almenningur, þetta er stofnun okkar, ríksins. En Landsvirkjun býr til eigin skýrslur og Landsnet líka. Og kannski Samorka líka og allar þessar skýrslur þeim er dælt í stjórnarmenn og þeim sagt að vantar orku hérna. En það er ekki endilega það sem Orkustofnun segir. Alls ekki. Og það er ekki bara orkan sem fer til spillis raunverulega, það er líka náttúrulega fjármagnið og þessi samfélagsauður og náttúran þar að segja sem að virðist vera að lendi í bara vasa eða einhver gróði lendi í vasa fyrirtæki eiganda og einhverja milliliða kannski svo kemur með ábyrðin alltaf að það er kannski þessi fyrirtæki sem ber ekki ábyrðina og er ekki með framsýnin og er ekki krafnir framsýnin ef eitthvað kemur fyrir. Já, við vorum að ræða hérna áðan fréttir í gær að það var búið að redda orku fyrir Vestfirði og allt í einu var búið að leysa þetta mál sem hafði verið notað mikið til að blammera umhverfið sinna fyrir það að vilja ekki
framlega orku til að skipta út dísilraforkuveri í Bolungarvík. Þetta reyndist ekki neitt mál. Þetta var eitt pennastrykk. Hvað er hérna í gangi þá? Hvað leysir því þetta? Þeir bara komist að því líklega að það væri hagstætt að hætta að brenna þessar olíu. 520 milljónir sagði í Bæjarins besta á Ísafirði í gær. Og umhverfisráðherra kannski hugsa að það er gott að losna þessa losun sem kemur frá þessari dísilverksmiðju og hann er líka hugsað að það er gott að fá hreina orku og leysa málin. En þeir eru búin að standa og gapa hérna í 3-4 ár að þarna sé verið að koma í veg fyrir nýtingu hreinnar orku. Það þarf ekki að virka neitt. Það þarf ekki að byggja neina línur. Málið var bara leyst í gær. Þetta er... Og þannig væri hægt að leysa, talið þið, það væri hægt að leysa ótrúlega mörg mál ef það væri bara eitthvað samhæft átak og einhver framtíðar hugsun og alvöru markmið. Ég held að það er annar mál sem við náttúruverndarsamtök hafa verið blammeiri fyrir, það er að það sé brennt olíu til að bræða fisk fyrir austan. Alveg að leysa þetta mál. Og margt annað sem má leysa hans að vera með í það. Já, sko, maður hugsa þetta í eins og maður sér þetta, sko, það er þetta áróðustríð. Áróðustríð? Já, og í áróðustríði þá er ágætt að hafa vandamál til þess að lemja á hinum aðilanum. Eitt af þessum vandamálum var leyst í gær, eins og segi, einu pennastriki, þetta sem átnur að tala. Og áróðustríði, það er eiginlega, sko, þið eruð náttúruverndarsinnar, þið vinnið með jarðvísinda og náttúruvísinda fólki og raunverulega kannski nýsköpunarfyrirtækjum sem eru með framsýni og eru að gera alvöru hluti sem og vinnum með samfélögum sem eru sko klofin í herða niður víða land. Þetta er ekki bara sko þetta er ég hef fléttað saman sko náttúruvernd en líka umhugsun samfélög, umhugsun þetta eru margir þættir og ég horfum til vísinda líka bara til einmitt almennings og við hefum séð í samfélagi sérstaklega við Þjórsá, neðri hluti Þjórsá, það er algjörlega klofið. Við sáum nú hvernig þetta fór, Kárahnjúkavirkjun fór með samfélagi fyrir austan og það er þetta langt best að geta klínt á fólki sem er að berjast fyrir haga náttúrunnar eða hún ver sér nú ekki sjálf sko. Geta klínt á því í alls konar vandamálum sem hægt var að leysa og þá er ágætt að bara sleppa það að leysa þau. Já, en svo er það náttúrulega ekki bara það að þetta hafi farið illa með samfélagin út af deilunum og menn hafi verið ósammála heldur líka bara beinlinni sérmaður eins og Reyðarfjörð og fleiri þorp þar sem að þessi fyrirtæki og stjórnvöld ganga til þess við fyrirtækina að lofa að það verði óbúðslega uppbygging og þetta er yfirleitt samfélög svolítið í sárum oft sem að út af kvótakerfinu og út af fleiri svona gróttalegum aðgerðum. Landsvirkjun hefur stundað þetta stíft. Og svo bara verður engin uppbygging af því að þetta er ekki þetta er ekki svona lífvænlegar aðgerðir fyrir samfélögin og ekki náttúruna. Leggja eitt ljósleiðara. Þetta átti nú það átti nú að redda Árneshreppi sko 3 fasa rafmagni kringu Hvalárvirkjun. Það var auðvitað ekki hlutverk orkufyrirtækisins að gera það. En það var svo Hvalárvirkjun slegið á frest og það er svona blikur á lofti með hana og hvort að hún verði nokkuð tíman og það er komið 3 fasa rafmagn. Hvar er aðhaldið? Það eru þið og það eru við almenningur, hverju geta skilað inn athugasemdum fyrir 22. september við aðgerðaáætlun stjórnvaldi? Það geta allir og kannski hægt að hvetja bara allan almenning til þess að skilja ekki eftir þó nema eina línu og bara, er það ekki? Inn í þessu, hvert á að fara, hvar er slóðin? Þetta er á samráðsgátt stjórnvalda, samráðsgátt og það er auðvitað að finna þess að getur fólk haft sambandi við okkur ef að við vil komast inn í þessa hringekju sem að en við verðum náttúrulega að býta eins en þarna
haustið 2020 þegar við skiluðum inn athugasemdum, það hafa aldrei borist neinn svör frá umhverfisráðuneytinu. Nei. Það er ekki samræð í gangi við ykkur. Ekki samráð. Þetta var mikið verk fyrir þetta fámennaráðuneyti að svara öllum athugasemdum. Og eins og þú segir, í aðgerða áætlun stjórnvalda núna sem liggur fyrir að það er engin markmið listuð, hvernig á að losa, kannski einhver markmið listuð svona, en það er ekki skýrt þetta höfumarkmið sem að draga úr losuninni. Í staðinni talaði orkuskipti og eins og þér að segja þá er það ákveðin svona áróður sem á að fela í sér að það sé þessi aðgerð sem á að koma í staðin fyrir losunina eða að orkuskipti eigi að fela í sér losun en þér að segja að það gerir það ekki. Ef ráðamenn meina eitthvað með þessu með orkuskipti þá myndið þau leggja á borðið. Við þurfum að fá þetta miklu orku til að taka út allt bensín, alla olíu, allt. Rauninni og... En það gera þeir ekki. Nei, og þetta maður sá þetta einn mesti reynslupotti í orkugeiranum síðustu árin og áratugina kannski, sem var Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar. Hann mætti einu svona ári og reyndi að tala fyrir því að hér þyrfti ekkert að virkja, ekki fyrir orkuskipti í samgöngum. Það var nú svona frekar litlar undirtektir og enginn reyndi nú alveg að svara því í rauninni, sko. Fjölmiðlar svona mestuleyti svona ignoruðan en auðvitað var það vegna þess að hann þekkir geiran inn og út. En þeir sem sagt eru á móti, það eru þeir sem vilja virkja til þess að raunverulega bara fá hagnaðinn af þeim rúlandi fyrirtækjum líklega. Já, bara virkja fyrir, þetta er bara sama virkjana hyggjan og hefur verið. Já. Frá síðustu áratugin. Ef að segja þetta í gott í bili og svo reyni ég eftir megni að yfirheyra formann samtaka iðnaðarins reyna Við óskum hérna allsins besta. Já. Og það er Árni Finnsson, formaður Náttúruverndar samtaka Íslands og Snæbjörn Guðmundsson, formaður Náttúrugriða. Já, Náttúrugriða og það er mjög fallegt nafn, Náttúrugriða og jarðfræðingur. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað að rauðaborðinu á gulum degi og Árni, þú ert nú í gulum ból og ég reyndi og Snæbjörn, ert þú ekki í gulum skóm? Gulum skóm, jú, ég þarf ekki að fara að lyfta þeim. Nú, síðan þess að fínir skór, gulir skór og ég heiti Oddný Eir og það var Pétur Fjallsteð sem sem spilaði á takkana fyrir okkur og takk fyrir að hlusta og við erum vakandi fyrir því hvernig við tölum framtíðina. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.